Við vorum reyndar ekki á pillunni. En við erum það núna. Já, ég er á pillunni. Ég verð að vera á pillunni. Já, ég er á pillunni. Morgunmatur í rúmið. Við drifum okkur bara allar á pilluna. Ég er líka á pillunni. Meiri pillu? Ég er á pillunni. Og svona til öryggis. Þá liti hann líka á pilluna. Allt í einni er fjölvítamín sem inniheldur öll nauðsynleg vítamín og steinefni. Blátt fyrir kalla. Og bleikt fyrir konur. Spót.is Sæll, Tryggvi. Sælverk, Elka. Þú teymir inn skjóta hesta alveg í bunum. Er þetta uppáhaldsliturinn? Nei, það get ég ekki sagt. Nei. Uppáhaldslitur spóns.is. Já, þetta er uppáhaldsliturinn þeirra. Já, þeir eru styrtir af Álfur frá Selfossi, hann sér að... Kristín ætti raun og veru bara að borga þeim, sko. Já, Ha. já. Nei, þetta er bara svona. Það er nú svo sem ekkert. Þeir fá bara að vera drulluðir núna. Já, Það er þetta baðað í vor. þeir eru loðnir. Já, Þetta eru tveir álsunnir, Já. kapall og kvinnur. já. Er þetta ekki efnileg fólar? Jú, Já. ég stila það bara. Gjör ólíkir en þeir eru bara skemmtilegir. Báðir náttúrulega mjög fallegir. Já. Líta vel út og þeir lyfta fótum. Já, alveg nóg. Já. Nú er því. Já. En hvað er svona frétt af ykkur í Húnavatnssýslu? Hvað er svona helst á framundan? Það er húnverska liðakeppnin og meistaradeildin bara, held ég, Svínavatn. Já. Það er svona okkar stærsta. Já. Byrja að þjálfa kattu fyrir það? Svínavatn? Já, eða bara allt? Já, eitthvað svona. Það er nú samt svona mikið að bölvuðum kjúklingum bara. 4 á 5 vetra trippum eitthvað og Já. svoleiðis. Byrja allir þessir gæðingar ekki sem svoleiðis? Jú, það er, Ha. og eru eiginlega bara bestir þannig, sko. Já. Ungir og vittlausir. Já, Já. spurning hvort ætti nokkuð að halda meira áfram, sko. Það geta farið 2 mánuði og muna það. Já. Herri Tryggvi, þú sagði við mig fyrra vetur að þú væri eitthvað að brasa við ræktun og gengi eitthvað misjafnlega. Já, En nú er þetta alltaf að koma hjá þér, eða ekki? jú, ég er á hraðri upplið. Já. Ha, Hvað þú áttir, hvar var hún? Hæst enda meiri frá hæfileika 400, það ekki? jú, hér á landi. Það var ein herri úti. Já. Katla Já, Blöndósi. hún var örugglega ofdæmdis sem var úti, sko. Já, hlýtur hann. Mín vandæmd. Já. Við bara bókum það. Já. En segðu mér sögun að því þú týndir henni. Já, ég var hérna bara með mér í tamningu fyrir gamlan mann hérna á Blöndósi Já. og var þá búinn að sýna Kötlu í þessar Fínu tölur. fínar tölur. Já. Svo kem ég hér í hesthúsið einn daginn og þá er hún bara horfin. Já. Og ég leitaði í 3-4 klukkutíma en sé hana svo í hólfinu hjá vini mínum Gesti. Þá hafði hann farið feil og tekið ég var með Parkersdóttir fyrir hann, alveg nagla klárgenga. Já. Og svona ekki mikið genga. En hann feilaði á þeim, en hann hældi nú meirinni minni þegar
þegar ég fór á skipti, Já, hann var mjánaði með hann og fannst mjög skrítið að ég væri ekki til með að sína Parkersdótturina fyrir hann. já, Það var að riði Kötlu hérna upp eftir einhverja 2,5 kílómetra og bara býstna sáttur við hana, hann hafa breyst á þessari viku. já. Skildi ekki því út okkur vildir í sína? Nei, skildi ekkert í því. Nei. Bara alveg. Þetta var mjög vond tilfinning, sko. Já, á tíninni? Já, það var eiginlega alveg skelfing, sko. Já. En hún fannst? Hún fannst og þetta var mikið grín. Já, það er alltaf hægt að brosa því eftir. Já, já. Ég brosti ekki fyrst, sko. Nei. En þú ert hérna með annan snilling í húsinu, Blæ frá Miðsitju. Já. Búin að sýna hann nokkru sinnum. Já. Og hvað er hérna stefnan með þennan gæðing? Hann hefur tekið bara við að gamli frá Steinnesi og verður bara svona vorbúðin ljúfi. Hann fer bara í dóm aftur í vor. Já. Og ertu þá ekki sáttur eða við tölundar sem hann er komin í? Sáttur og ekki sáttur, jú, ég meina hann er alltaf með fullt af góðum tölum, nú það bara ræði svo saman og ná þessi einni sýningu. Já. Hann væri örugglega í einhverjum 8 og 80 ef það væri ræðið öllu í besta hann saman, sko. Já. Þannig að það sé ekki bara ágætist markmið. Já. Helst vill ég náttúrulega að fara yfir 9, sko. Já. Þú heldur áfram bara þangað til? Já, hesturinn getur það, sko. Já. Bara spurningum að stilla saman strengina. Já, bara spurningum að þessir kynbótadómarar sem dæman, þeir bara sjá þetta í sama ljósi og við hinnir, sko. Já. Já, allan ég. En hérna, nú eru flestir fyrir sunnan á námskeiðum. Já. Alveg flykkjast til Borba og Eyjólfs Ísólfssonar og þú ert bara hérna hangið heima og ríðu út. Hvað? Já, ég er mjög lélegur í að koma mér eitthvað svona, sko. Já. Ég ekki það. Ég fór á liftaranámskeið 93. Já. Held ég sé svona. Bara lært nóg þar? Já, nei, ég er nú grínast hérna. Notar þá tækni á taumana? Nei, jú, það er ég sett inn rúllur, sko. Já. Nei, maður er alltaf linnið að fara á námskeið, ég veit ekki það. Já. En hvernig finnst þér svona, hvað skoðun hefur þú á kerfin okkar, kynbótadómum, hefur eitthvað til málun að leggja? Er eitthvað búið að vera umræðum þetta hérna Blönduósi? Hvað hefur látið svona helst fjúka frá þér í kaffistofuspjalli? Já, það er alltaf alveg ljóst að við erum ekki á réttri leið með þetta, sko, ræktur og markmið okkar, sko. Ég er sammála því. Það er hestarnir sem við erum að selja hvað best, þeir eru náttúrulega bara off í kynbótakerfinu, sko. Já. Og það er náttúrulega bara ekki gott, sko. En ég veit náttúrulega ekki hvað er til ráða, ég hef kannski ekki einhverja einfalda skýring á því, sko, en ég veit alveg hvað ég sel best. Já. Og það er? Það er klárhestar. Og þú ert að leita við einu svoleiðis núna, þegar ekki? Jú, ég er að leita einu svoleiðis núna, sko. Fyrir meistaradeildina, sko. Já. Þannig að þú biðlar til þeirra sem eiga ógeðslega góða klárhesta í húsinu. Já, þetta hefur gefið mjög góða raun að lána mér í meistaradeildina. Já. Þetta er náttúrulega, sko, hluti af sölumennskunni er að koma þessum hrossum til dóms. Já, Þannig að þetta er hluti af því. ekki spurning, sko. Keppnisreynsla er dýrar en Já, hún er mjög mikilvæg, sko. Þetta reddast nú alltaf einhvern veginn, sko. Já. Ég er frekar stafn með klárhesta, sko. Já. Það er bara þannig. Já. Það er svona liðin þessi tíð þegar maður hafði Parker og Braga og Akk og allt þetta dótar í, sko. Já. Maður þarf að finna sér einhver klárhest, sko. Já. Ég er búin að eiga marga klárhesta góða, sko, en þetta fer alltaf, sko. Já. En hvað er svona efnilegast í húsinu hér núna? Það eru bara nokkri skemmtilegir hestar hérna. Það er náttúrulega þeir álsinnir báðir. Ég hef gerið miklar væntingar til þeirra. Já. Kapall er nú á leiðinni á Suðurlandið, Mekkuna. Já. Ég á náttúrulega stóran hlut í honum. Já. Og finnst nú kannski ekki rétt að ég sé endilega með hann þegar svoleiðis er. Það er bara gott að fá hlutlesan aðeila til að annast það. Já. Og hann fékk svakalega háa einhvern fyrir byggingu í fyrra en stóðst ekki alveg væntingarnar varðandi hæfileikana, er það ekki rétt hjá mér? Nei, það var einhvern veginn dagsformið en hann kemur gríðarlega vel taminn og allt svoleiðis frá mettu og er bara búin að leggja vel inn og nú bara næsti hálfleikur. Já. En ég prófaði hann hest og búin að ríða núna í haust og þetta er bara, víst og góður hestur. Já. Og
og hef engar áhyggjur af honum. Nei. Kvinur er hins vegar alltaf öðruvísi hestur. Þetta er svona kálfinnstrukkur. Já. Mikið hágengur og svona. Já. Svo er hérna ansi magnaður hestur undan auð frá Lundum hérna. Já. Gullfallegur fóði. Já. Ég skal sýna það hann. Já. Hann er ríkalega ókenndur og allt. Já, hann er bara svona orginal. Já. Gæðingarækturinn á Hólabakki. Það er nú klárastarættur. Já, þetta er klárastur. Ég hef með henni meistaratitilinn 2015. 2015. Stór og... Já, þetta er bara 30 vetra fóli. Já. Og hérna svaka slápur. Já. Hann er undan Dreyru frá Hólabakki sem að er systir Glas. Já. Og hérna þetta er svona mikið fótaburðartæki. Já. Skap mikill. Já. Háfættur og skemmtur og tölti strax núna. Já. Það virðist vera svolítið ánægja með auðsafkvæmi, hef ég heyrt. Já. Kobbi var að segja mér að þau væri með yfirleitt geng. Já, þessi er mjög gengur. Já. Og svona gott stökk, gott fet. Já. Sportari. Já, þetta er svona, já, hann er líka svo stór og myndarlegur. Þetta er svona hérna. Svo er hérna náttúrulega ég með alveg hauga hrossum undan Akkur á Brautarholti. Já. Það er svolítið dæmist á mig virðist vera að vera með það. Já. Það vill stundur loða við að húsin eru send þangað sem að... En ég kvarta svo sem ekkert yfir því. Þetta er svona... Þetta er mjög einfalt að vera öll eins. Já. Vilju og gangviss. Já. En ég á líka mikið af þessu sjálfur, það er líka gaman. Já. Ég er ekki svona það bil helminginn í því húsinu sjálf. Já. Sem er annarkvort úr minni ræktun eða eitthvað sem ég hef keypt. Já. Þannig að þetta er allt á bullandi siglingu núna. Þetta er allt annað hljóðið í þið núna heldur en í fyrra. Já, ég hérna... Allan að ef maður fer á hausina þá allan að verður maður vel ríðandi. Já, á hausnum. Já. En það er auðvitað bara gaman líka að eiga þetta sjálfur. Já. Og líka er þetta svona... Maður hefur ræktað þetta og þetta er svona undan góðum merum og allavega einhverjum hestum sem maður hafði einhverja trú á. Já. En Akkur er nú samt að koma mér á óvart svona sem kynbótahestur, sko. Já. Hann er náttúrulega pabbi Köllu. Já, hann er pabbi Köllu og svo var frábær meiri hérna sem Davíð Matthíasson og Rut átti á landsmótinu fyrra. Já. Þú líka í 8, 5, 12 og 9 skeið. Já. Eins og Katla. Já. En svo er ég líka bara með græðistæðina 2 undan Akk sem að ég líst mjög vel á. Já. Á 4. Já. Þetta er svona... Þetta er gaman. Þannig að þetta er bjart framöndan. Já, við vonum það. Já. Fjórðungsmóti í sumar og svona. Ha. Já. Það er fyrir ykkur húnvetninga líka. Við fáum að vera með, sko. Þið fáum að vera með? Já. Já. Það var hérna bara mjög gaman síðast líka þegar það var fjórðungsmóti á Kaldamölum. Já. Hver er að ríkja? Þetta Hjörtur mér. Já. Sérst að tala við hann seinna. Já, já. Þetta er vinsælt að hérna þessi hringt svona viðtölum. Já. Það er inn. Já. En hérna, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Nei, það er nú aldrei svo gott. Nei, ég ætla að halda áfram á 10 með norður. Já. Og það var gaman að kíkja á þig. Já. Og gangið vel að finna fjórgangaran. Já, hann finnst, sko. Já, og við fylgjumst með þér í hérna húnversku liðakeppninni og síðan er K-steldin, eða ekki? K-steldin maður, það er málið. Já, hún er Skagafjörður. Já, ég líti á hana svona eins og útsvar, sko. Það má hringja í vin. Já. Ég hef titil að verja þar, slagtúrundeldið. Já. Já. Þá hringdir í vin. Þá hringdi ég í góðan vin og... Já. Já. Þar vann hestur slagtúrundeld, ekki knöfin. Nei. Í íþróttakeppni samt. Já. Er það hægt? Já, það gerist það, sko. Ég bara var að það. Já. Fylgst með. Já. Það var gulltoppur, eða ekki? Gulltoppur og þjóðsaga, Siggi Sig lánaði með hann. Þannig að það var bara málið að hringja Sigga og sjá hvort að hann er ekki eitthvað. Já, kemur það ekki vel á vondan að maður hringi Sigga til að fá lánað? Já. Hann á nú ýmislegt yfirleitt, sko. Já. Það, ef hann leitar vel. Já. Ég held að ég hringi oftar en í vetur, svolítið. Þetta gekk svo vel í fyrra. Já.
Hei, takk fyrir spjallið Tryggvi og bara gangið vel. Herru, takk sem leiðis.